Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Hér á Laugarbakka í Miðfirði standa 2 gróðurhús yfirgefin og hálf ónýt, en hér er jafnframt mjög mikill jarðhiti og eiginlega alveg út í hött ef við nýtum hann ekki. Sýnist það sé að byrja einhvern líf hérna í öðru gróðurhúsinu, við skulum fara inn og skoða. Strawberry fields forever. No one I think is in my tree. I mean it must be high or low. That is you can't, tune in, but it's all right. That is I think it's not too bad. En gróðurhús er enn og ekki alveg yfirgefi. Hér eru komnar þúsundir af plöntum, jarðabæraplöntum. Af hverju jarðabæraplöntur? Já, fyrst og fremst af því að húsið var uppsett fyrir jarðabæraplöntur. Þessar rennur voru í húsinu til staðar og vökunarkerfið og allt og í staðan fyrir að henda því út og byrja okkur í nýju, það bara taka við keflinu. Það bullar allt hér af heitu vatni á Laugarbakka. Það er kannski ekkert tilviljun að hér séu gróðurhús? Nei, það er alls ekki tilviljun. Og skrítið skuli bara ekki vera fleiri gróðurhús í það, heldur en bara þessi 2 sko. Hvað eru þau gömul þessi? Veistu hvenær þau voru byggð? Hvað það eru? 1984? Já, ég held að. Sástu þig fyrir þér fara í jarðabæraræktun úr bankastarfseminni? Nei, ekki alveg. Ég líka, maður er ekki einu sinni, við svona eiginlega gott sem vitum ekki neitt þetta. Bara, maður reytti arfa í garðinum og eitthvað, maður er enga tengingur inninni við þetta nema það En að þora, það er rosalega flott. Já, þetta er náttúrulega ég er svona aðeins búin að vera svona hægja á þessu ferli, eða svona, að því mér leist nú kannski ekki alveg á þetta fyrst, en hann var mjög spenntið fyrir þessu, þannig að ég svona lét alveg. Þurft að fara með. Já, nei, ég segi það kannski ekki, en ég ákvaðum að prófa. Við erum sammála það að prófa þetta og sjá hvort að ef þetta gengi, að þá er þetta í lagi, en bara fínt að taka einu svona pröfu á þess að vera búin að endilega kaupa húsin og svona festa sig alveg fjárhagslega. Þetta er einhver fjárfesting samt sem áður, er það ekki? Jú, plöntunar kostar sitt og áburðinu líka. En svona mesti kostnaðurinn sem maður kallar það er náttúrulega bara vinnuliðurinn okkar. Hérna voru náttúrulega ábyggilega hátt bara í þessu húsi svona 50 rúður brotnar og eftir veturinn var líka allar lagnir sem ég sjáði hérna. Þetta var allt frostbrungið eftir veturinn og þannig að maður var hérna með logsveiðutækin í hjólburum hérna út allt hús að redda því til að koma vatni á kerfið. Og þegar það var búið þá náttúrulega var hægt að fara að þrífa hérna og gera klárt og panta plöntur og bara alla leið. Hvað eru þið með margar plöntur? Þetta eru 4.000, voru plöntuðum fyrst 4.060 og bætt eins og við. Þetta er kringum 4.100 rúmlega kannski. Já. Hvað er maður lengi að planta því? Þetta tók heilan dag. Við vorum komin inn klukkan 10 morguninn og fórum heim held ég 9 kvöldið. Og ég sá fyrir mig heila viku. Já, nei. Við fengum nú góða hjálp. Já, við hefum góða að og það er sem skiptir öllu. Við erum bæði fædd og uppalin hérna og það var bara hóað í nánustu og systir mína sem var nýkomin hérna í sjoppuna hún þurfti að taka sér frídag og hjálpa mér í staðinn. En þetta er svona bara að byrja núna. Hvað er þær þá gamlar og hvað er langt í að það fara að glitta í rauð ber? Við plöntuðum aðra helgina í maí, minni mig. Og það er uppskera í júlí. Júlímánuð og kannski aðeins fram í ágúst. En svona ef þið mættu alveg ráða, hvað myndið þið láta þetta vaxa oft og hver er svona framtíðarsýnin ykkar oft á ári það?
Já, sko, planið væri náttúrulega, ef þetta gengur vel, að reyna að gera þetta oftar. Við þurfum náttúrulega að hafa lýsingu í húsinu til þess að geta rækta allt árið. En við ættum að geta vera með uppskeru 2 ári. Bara með sólin okkar. Já, bara með sólinni. Þannig að, En þarf að selja mörg jarðaber til þess að eiga fyrir lýsingunni. já, það eru alveg slatti af jarðaberum. Þau kosta alveg sitt, sko. Já, við þyrftum náttúrulega að selja all jarðarberin, því nú lítið að vera að rækta þetta og hendur þessi jörðin aftur. Já. En vonum bara að fólk komi hérna og sérstaklega því við erum konum með hótel hérna bara rétt hjá okkur. Að vonandi koma gestir hérna og röltandi og vesli á okkur jarðarber. Og svo náttúrulega kannski væri gaman að geta líka boðið upp á eitthvað meira í framtíðinni. Að vera kannski ekki eingöngu með jarðaber. Þó við höfum byrjað á því núna, það var náttúrulega aðalega af því að það var allt hérna til staðar. Það var náttúrulega bara minni kostnaður í rauninni. Þannig að það væri gaman í framtíðinni að geta verið með kál og eitthvað svona, bara meira. Kannski, við erum með svona alveg alls konar hugmyndir en svo er bara hvað maður getur gert. Það er annað gróðurhús hérna við hliðina, getið ekki nýtt það þá? Jú. En það er ansi illa farið núna eins og það er. Ég held ég hafi verið komin upp í 100 rúður þar sem að voru brotnar, ég var eitthvað að telja daginn. Þannig að það er mikil vinna sem að... Svo veit maður ekkert hvernig ástandi á lögnunum eru þar inni, sko. Því að það hús er búið að vera ekki í notkun í töluvert langan tíma, sko. En þetta er allt saman að vinna, saman hvað við gerum. Já, það þarf kjark til að vera frumkvöðul. Já. Já, og ekki láta neitt stoppa sig, sko. Sama hvað maður heyrir á móti, þetta sé ómögulegt, þetta gangi aldrei upp. Maður hlustar ekkert að það, allan ég hef ekki gert það. Við fengum nú samt alveg ótrúlega góðar svona móttökur, hvað maður segja. Viðtökur við þessu. Já, eða svona þegar við vorum að segja frá þessu og fólk eiginlega svona, fannst mér óvinni svona jákvætt, svona spennt fyrir þessu. Komið svolítið óvart og eiginlega... Já, maður er búinn að heyra það líka. Maður er að sníklast þetta alltaf daga og það kemur alltaf bæjarbúar hérna á Laugarbakka, röltandi hérna. Og það eru allir rosalega ánægðir með þetta framtak að þessi hús skulu vera áfram í rekstri og að halda þessu ennþá við, sko. Það verður gaman að koma í júlí og smakka uppskerna hjá okkur. Gangi ykkur sem allra best með þetta. Já, takk fyrir, þú ert velkomin. Takk. Nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.